Jarðskorpan, sem er ysta lagið utan jörðina, það sem við göngum á, hún ekkert allstaðar eins. Og skoða þetta nánar. Jarðskorpan alla jafna 5 til 70 kílómetrar á þykkt. Hjá okkur hún nær þessu, sem meginlandsflekunum hún nær þessu. En jarðskorpuflekar skiptast eiginlega í tvennt. Það eru úthafsflekar og það eru meginlandsflekar. Úthafsflekarnir, eins og til dæmis Kyrrahafið einn, eða svona stórum hluta til einn stór úthafsfleki, þeir eru frekar þunnir. Og meðan meginlandsflekarnir eru þykkari þar sem meginlöndin eru. Ísland á stað þar sem 2 flekar eru að fara í sundur. Þá kemur eldgos á milli. Það það sem gerist annað slagi hjá okkur. Þetta ekki þannig að þetta sé alltaf eldgos. Og þannig myndast ný og ný jarðlög. Þau snúa að einhverju leyti svona því þetta alltaf skriðið sundur og eldvirknin fyllir upp í. Hjá okkur heitur reitur líka undir landinu. Þess vegna svona mikið hjá okkur. Þess vegna eyja. Síðan erum við með fleka sem eru að klessa á hvorn annan. Þeir eru að fara saman. Og það sem gerist að þá klessast þeir svona upp. Og hér eru flekarnir, og þetta ekki alveg svona skýr skil í þessu. Fellingafjöll myndast svona, svo til dæmis Himalajafjöllin. Þá Indlandsflekin að klessa á Asíu eða Evrasíu flekan. Indland var tengt við Suðurskautslandið einu sinni og búið að sigla alla leið yfir Indlandshafið og klessa hérna á. Hluti á þessum fleka var einu sinni á hafsbotni. Þannig að það eru steingervingar eftir sjávarlífurur hérna upp í hátt upp í fjöllum. Það því að það var einu sinni á hafsbotni. Svona fellingafjöll, þá krumpast þetta allt til, þannig að jarðlög sem lágu svona einu sinni liggja allt í einu svona, eða geta jafnvel farið alveg á hvolf. Þannig að það sem var einu sinni í þessari röð allt í einu komið í öfuga röð. Þetta eru fellingafjöll, svo getum við verið með úthafsfleka sem að tróða sér undir meginlandsfleka og þá lyftist hann yfirleitt aðeins upp og hér verður mikið af jarðskjálftum og þetta bráðnar svo bara ofan í möttlinum verður að kviku aftur og hér verða eldgos. Þetta eins og Andesfjöllin og Klettafjöllin. Þannig að þetta eru meginflekaskilin. Við sjáum svo skil sem eru svona hálfgerð blanda af þessu. En þetta eru úthafsflekarnir og meginlandsflekarnir og það misjafnt hvort þetta að fara í sundur, klassa saman. Svo líka til að það sé einn fleki hér og annar hér og þá fer þessi í þessa átt og þessi í þessa átt. Þetta svo kallað misgengi. Hér verða oft grynnstu og svona hættulegustu jarðskjálftarnir. En það fylgir öllu jarðskjálftar, það fylgir af þessu eldgos. Þannig að þetta það sem þetta eitt af því sem að mótar ansi mikið hvernig landslagið okkar lítur út.